Maðurinn, sonur hans og asninn. Þessi saga er úr dæmisögum Esops. Fyrst útskýri ég myndirnar og les svo textann eins og hann stendur skrifaður. Á myndinni eru maður, drengur og asni. Asninn gengur fremstur, drengurinn er í miðjunni og maðurinn gengur aftastur. Þeir ganga hver á eftir öðrum. Maðurinn og drengurinn eru á leiðinni á markaðinn til þess að selja asnann. Maður nokkur og sonur hans voru á leið til borgarinnar. Þeir ætluðu að selja asnann sinn. Þeir vildu að hann liti sem allra best út og því vildu þeir ekki þreyta hann með því að fara á bak honum. Þess vegna gengu þeir hver á eftir öðrum og asninn gekk fremstur. Maðurinn og drengurinn hittu gamlar konur. Gömlu konurnar voru reiðar. Þær vildu að drengurinn myndi sitja á asnanum. Maðurinn vildi gleðja gömlu konurnar. Hann vildi gera þær glaðar. Þeir gengu fram á nokkrar gamlar konur sem stóðu við vegarbrúnina. Að sjá þetta, sögðu þær. Þvílíkt tillitsleysi hjá manninum að láta vesalingsdrenginn þramma á rykugum veginum þegar hann hefur ágætan asna til að bera hann. Leyfðu drengnum að fara á bak, sögðu gömlu konurnar. Maðurinn vildi gleðja gömlu konurnar og gera eins og þær sögðu honum að gera. Drengurinn situr á asnanum. Maðurinn gengur á undan. Maðurinn taldi að það myndi gleðja gömlu konurnar að fara að ráðum þeirra. Annars gætu þær haldið að hann væri tillitslaus. Drengurinn fékk því að fara á bak asnanum og maðurinn gekk á undan. Hann var ánægður með að hafa tekið þessu góða ráði. Maðurinn og drengurinn hittu gamla menn. Gömlu mennirnir sátu við veginn. Þeir voru reiðir. Þeim fannst að maðurinn ætti að sitja á asnanum og að drengurinn ætti að ganga. Fljótlega komu þeir að nokkrum gömlum mönnum sem sátu í vegkantinum. Sjáu þennan eigingjarna dreng, sögðu þeir. Þarna ríður hann asnanum á meðan gamall faðir hans þarf að þramma rykhugan veginn og gömlu mennirnir sögðu, leyfðu vesalings föður þínum að fara á bak. Drengurinn vildi gleðja gömlu mennina. Maðurinn situr á asnanum, drengurinn gengur á undan. Drengurinn er ánægður, hann er glaður. Drengurinn taldi sig geta glatt gömlu mennina ef hann færi að ráðum þeirra, annars gætu þeir haldið að hann væri eigingjarn. Maðurinn reið því asnanum og drengurinn gekk á undan. Drengurinn var ánægður með að hafa tekið þessu góða ráði. Maðurinn og drengurinn hittu menn, verkamenn, menn sem eru að vinna. Þeir voru að vinna við veginn. Mennirnir fóru að hlæja. Þeir hlæja að drengnum og föður hans. Þeir segja, þið getið báðir setið á asnanum. Nokkru síðar sáu þeir nokkra verkamenn við veginn. Sjáu þetta, sögðu þeir hlæjandi, þvílíkir bjánar.
Tveir menn geta auðveldlega setið asnan, en samt gengur drengurinn eftir rykhugum veginum. Þið ættuð báðir að ríða asnanum, sögðu verkamennirnir. Maðurinn og drengurinn sitja báðir á asnanum. Þeir vildu gleðja mennina. Asninn er mjög þreyttur. Maðurinn og drengurinn eru þungir og asninn hrasar og dettur. Maðurinn hélt að hann myndi gleðja verkamennina ef hann færi að ráðum þeirra. Annars gætu þeir haldið að hann væri bjáni. Hann lét því drenginn sitja með sér á asnanum. Fljótlega varð asninn þreyttur á að bera þá báða og hrasaði öðru hverju á leiðinni. Maðurinn og drengurinn sáu börn. Börnin voru að leika sér. Þau voru að leika sér við veginn. Börnin voru reið. Þau sögðu: Þið eigið ekki að sitja báðir á asnanum. Asninn verður þreyttur. Þið eigið að bera asnan. Við veginn voru nokkur börn að leika sér. Sjáið þetta, sögðu þau. Þetta eru grimmir menn. Þeir sitja báðir á vesalingsasnanum sem staulast áfram. Þetta ætti frekar að vera á hinn bóginn. Leyfið aumingja asnanum að fara á bak, sögðu börnin. Börnin vildu að maðurinn og drengurinn myndu bera asnan á bakinu, en það er ekki hægt. Þeir bundu fæturna á asnanum við slá, við staf eða stöng og báru asnan á milli sín. Maðurinn og drengurinn halda á asnanum. Þeir bera asnan. Hvernig í ósköpunum ætti asni að geta farið á bak, hugsaði maðurinn með sér, en honum fannst að hann ætti að gleðja börnin, svo hann ákvað að einhvern veginn yrðu þeir að bera asnan. Þeir fóru af baki og eina leiðin sem maðurinn kom auga á var að binda saman fætur asnans og hengja hann upp á slá, og þannig báru maðurinn og drengurinn asnan. Maðurinn og drengurinn báru asnan inn í borgina. Í borginni var margt fólk. Fólkið fór að hlæja. Þeir hlógu að manninum og drengnum. Maðurinn og drengurinn báru asnan yfir brú. Þegar þeir komu til borgarinnar hlógu allir að þeim. Sjáið þetta, hrópuðu þeir. Hafið þið nokkurn tímann séð annað eins? Þeir hljóta að vera galnir að bera asnan á slá. Asninn var ekki ánægður með þetta og hann barðist á slánni. Honum var illa við allan hávaðann og var þreyttur á að hanga á hvolfi. Þegar asninn byrjaði að sparka, voru þeir einmitt á leið yfir brú. Asninn sparkaði svo fast að sláin brotnaði og asninn féll í ána. Splass! Asninn datt í ána, maðurinn og drengurinn duttu líka í ána. Mennirnir fóru að hlæja. Maðurinn og drengurinn reyndu að gleðja alla, en það gekk ekki vel. Það fór illa. Og maðurinn og drengurinn féllu líka í ána.
Splass, splass, hvílík uppákoma. Allir þrír börðust þeir hjálparvana í ánni. Allt var það vegna þess að maðurinn og sonur hans höfðu reynt að þóknast öllum en á endanum kom það engum að gagni.